mömmu mína. Nei, við þekktum. Og Hagaskóla, já, heldur betur. Það var bara tekið afsökunarbeiðnina tilbaka, það var bara... Halló, sæl öll og verið velkomin á fyrsta bókakonfekt ársins. Þetta alltaf ótrúlega skemmtilegt kvöld. Ég hugsa alltaf þetta sem svona byrjunin á lítilli bókaaðventu. Þetta sem sagt 4 kvöld sem við erum hérna, þessi 5. og svo næstu 3. Og við fáum að heyra upp úr útgáfu ársins sem ótrúlega fjölbreytt og skemmtileg. Og þetta eru, alls konar bækur sem eru hérna á hverju kvöldi og þeir vona skemmtilegri blöndu hérna núna. Það verður gert hlé miðja dagskrá og af því að ég alltaf spurð, þá ætla ég bara að segja það, klósettin eru hérna alveg hinum megin í búðinni. Og bækurnar sem við heyrum upp úr hér í kvöld eru allar á afslætti í búðinni líka, ég ætla að segja ykkur það. Annars ætla ég bara að kynna hvern höfund fyrir sig, held ég. Og við ætlum bara að byrja. Við ætlum að byrja á að heyra upp úr bókinni Blái pardusinn hljóðbók, sem ekki hljóðbók, heldur skáldsaga í prenti. Og það Sigrún Pálsdóttir sem skrifaði hana og ætlar að koma og lesa fyrir okkur. Gjörðu svo vel, Sigrún. Komið sæl. Já, ég Sigrún Pálsdóttir og bókin heitir Blái pardusinn hljóðbók og ekki orð það meir. Aftan á kápu stendur Streymisveita 1 hefur gefið út hljóðbókina Blái pardusinn, örlagasögu sem innblásin af ævintýralegu ferðalagi íslenska konu, hún heitir Lana Marteinsdóttir, Evrópu á tímum seinni heimsstyrjaldar. Hér segir frá 3 hlustendum bókarinnar og baráttu þeirra við að halda þræði í æsispennandi atburðarásinni mitt í daglegu amstri en höfundurinn, Guðrún Jónsdóttir, sem enginn veit hver gerir þeim ekki auðvelt fyrir. Dæmalaus frásögnin fer út víðan völl og illmögulegt að henda reiður á hvað skáldað og hvað ekki. Líkt og kemur í ljós þegar leiðir hlustendanna 3 liggja að lokum saman við óvenjulegar og þrúgandi aðstæður. Ég ætla að lesa hérna bara fyrir ykkur stutt brot úr samtali 2 hlustenda. Það annars vegar Elín Helena, hún sú eina sem hefur hlustað til enda og svo það Bjarni Borg. Elín Helena nemi í kvikmyndagerð og Bjarni Borg sagnfræðingur en vinnur við annað þegar bókin hérna gerist. Við bara komist að því, það of langt mál að útskýra. 3. hlustandinn tekur ekki þátt í samtalinu, en hann hlýðir á það, liggur á hleri, bak við tjöld, hvað annað. Þetta Unnur Andersen Jones, prófessor í bókmenntafræði, emeritus. Og ég kannski áður en ég byrja á samtalinu þá kannski að taka smá
tóndæmi úr höfði Unnar, því hún nú aðal persóna sögunar. Þetta bara örstutt. Þetta sem sagt, hún ekki mikill aðdáandi þessari bókar. Enginn virðist óhultur fyrir andríkum en hugmyndasnauðum sögumönnum þessa heims. Að sækja sér yrkisefni í reynslu manna í fortíð og nútíð þó ekki á færi nema örfára listamanna. Enda á innblástur ekki að skilja eftir sig augljós ummerki. Kveikjuna á að sækja djúpt inn í kjarna þess atburðar eða þeirra sögu sem kemur skáldverkinu af stað. Líkt og þegar tónskáldið sækir sér neistan í voðaverk mannkynssögunar. Og þá það þetta samtal og það Bjarni sem byrjar. En stóra spurningin hver þessi Lana eða var? Meinarðu fyrirmyndin? Já. Væri þetta ekki sögupersóna sem hver Íslendingur myndi þekkja? Menn hafa nú komist á spjöld Íslandssöguna fyrir minna og þeir fáu karlmenn sem lentu í fangabúðu nasista, þeirra saga hefur verið sögð. Elín Helena brosti og spurði, kona? Ég ekki sannfærður. Sem fráviki frá norminu hafa konur nefnilega oft fengið athygli einmitt vegna kynferðis síns. Please ekki misskilja mig, það sem ég á við að við myndum væntanlega ekki þekkja, segjum fyrstu íslensku konuna sem settist á þing nema af því hún var kona. Einmitt, við þekkjum ekki konur sögunar nema þær teljist á einhvern hátt brautryðjendur innan hinnar opinberu sögu. Lana eða fyrirmynd hennar fellur ekki í þann flokk. Og ekki svo auðvelt að finna henni stað í Íslandssögunni eða öllu heldur sögu íslenskra kvenna. Hún þarf bara sína eigin sögu og hefur nú fengið hana að vísu í formi skáldskapar. Ef sagan sönn Lana þá samt ekki eins konar íslenskur brautryðjandi, ég meina í sögu Íslendinga sem hnepptir voru í fangabúðir í síðari heimsstyrjöldinni. Sko ég held að það sé engin tilviljun að saga hennar líti dagsins ljós sem skáldsaga. Hvað þá? Bara vegna þess að það greinilega ekki við mikið að styðjast. Það að segja, hafi þessi kona verið til í raun og veru. En gefum okkur að svo sé. Hlýtur þessi ferð sendiherrahjónanna til Íslands með barnið þá ekki að eiga sér einhverja stoð í raunveruleikanum líka. Hver var sendiherra Bandaríkjanna á Íslandi þarna rétt fyrir stríð? Bjarni tók upp rafmagnslítinn símann sinn til að reyna að komast að því hvar skurðpunktur skáldskapar og sagfræði Bláa partusins væri að finna, en Elín Helena tók af honum ómækið. Það auðvitað enginn Johnson. Var búin að fletta því upp. Guðrún Jóns passar sig eðlilega á því að breyta nöfnum. En átti þessi sendiherra barnabarn sem bjó tíma hjá honum hér á Íslandi. Ómögulegt að finna út úr því. Svona sendiherrar á friðartímum að mestu gleymdar sögupersónur og það eins og þú veist, væntanlega best sjálfur, ekki hægt að fletta öllum upp í hinum stóra heimi þótt hér á Íslandi hafi persónusagan meira á minna öll verið skrásett. Annars nenni ég ekki að lesa skáldskap á þennan hátt, en það kemur þessi sendiherra ekkert meira fyrir í bókinni og ekki heldur stúlkubarnið. Nú. Nei, lokakaflinn fjallar bara líf Lönu í New York, langur og áhrifamikill kafli, hægur, en þó farið hratt yfir sögu. Það eins og höfundi takist á einhvern hátt að dvelja í augnabliki sögunar á sama tíma og frásögnin flýgur áfram. Hann stillir meistarlega upp þeim andstæðum sem líf Lönu samsett úr, samkvæmislífi í hraða stórborgarinnar, andspænis tilveru hennar sem einmanna sálar. Harmur Lönu frelsisstráin og eins og partusinn óttast hún ekkert meira en að vera tjóðri niður og að þurfa að tengjast annarri mannesku, þar með að horfast í augu við sjálfa sig. Það ekkert annað, en býtu var það ekki Gestapo sem gaf henni nafnið Blái partusinn, af því hún flúði svo kröftulega í þessum safirbláa síðkjól upp í tré og undan þeim þarna í Rómaborg. Jú, en Guðrún þar að verki og finnur nafn sem hæfir einmitt þessu augnabliki og líka leið persónuleika Lönu, tvöföld merking altså. En af hverju hún á þessum flótta undan sjálfu sér, eitthvað áfall í æsku, spyr Bjarni og reynir að bæla niður þóttan í rödd sinni. Hugsanlega,
En það auðvitað ýmislegt gefið í skyn en í góðum skáldskap skiptir ekki öllu máli hvað nákvæmlega veldur, heldur eru það afleiðingarnar og hvernig þær móta tilfinningalíf manneskjunnar. En ef þessi bók svona meistarlega skrifuð, hvernig stendur það á því að við höfum aldrei heyrt neitt þessa Guðrúnu Jónsdóttur? Er það dulnefni eða höfundurinn kannski ekki til í raun og veru? Elín Helena hallaði sæti sínu aftur og horfði spyrjandi upp í loft vélarinnar. Hugsanlega dulnefni, en sá eða sú sem skrifaði þessa sögu hins vegar manneskja af holdi og blóði, skáld. Hvernig getur þú verið svo viss það? Lokakafli sögunar tekur af allan vafa. Hvernig þá? Því hann lýsir einmanaleika og angist á þann hátt sem aðeins sá sem hefur upplifað slíka tilfinningar getur gert. Það sannar ekki neitt. Það þegar búið að safna öllum heimsins tilfinningum inn í þetta hér, sagði Bjarni og lyfti upp símanum sínum, kolsvörtum og sprungnum skjánum. En búið að lýsa öllum þessum tilfinningum á allan hugsanlegan hátt. Þessi skepna ræður ekki við undirteksta, sjáðu til. Og Elín Helena var svo ánægð með þessa fullyrðingu sína að hún setti vísifingur ósjálfrátt upp í loftið og eiginlega beint framan í Bjarna sem brást samstundis við. Hún veit væntanlega hvað undirteksti Svo ef hún fær skipun að skrifa frásögn með undirteksta, gerur hún það. Nei, virkar ekki þannig. Það ekki beinlínis hægt að skrifa undirteksta og því heldur ekki hægt að gefa skipun að eitthvað skuli orðað óbeint. Að sama skapi get ég ekki miðla tilfinningunni sem lokakafli Partusinn fjallar því hún hluti af lestrar upplifuninni. Fegurð og tónn í texta liggur djúpt í tungumálinu og framsetningunni. Skáld get ekki kokkað upp eitthvað tón. Hann afurð undir vitundar höfundar, tilfinninga sem hann kannski ekki alltaf meðvitaður sjálfur. Rödd skáldsins náðagáfa þess. Skáldskapurinn dulkóðaður galdur sem engin vélræðu við. Þetta ekki flókið. Getur þú þá ekki sagt mér hvernig bókin endar? Ég get reynt, þó ég vildi auðvitað heldur geta lesið endinn fyrir þig. Takk fyrir þig. Kærlega Sigrún. Nanna Rögnvaldardóttir hristi ærlega upp í heimsmynd okkar margra hér í fyrra þegar hún kynnti síðustu bók og notaði þar hugtakið torfbæjar erótík. Hún núna komin með sjálfstætt framhald af þeirri bók og ég þori ekki að skilgreina hana neitt frekar og ég ætla að bjóða Nönnu að gera það sjálfri. Gjör svo vel. Góða kvöldu, gaman að sjá okkur. Það nú kannski ekki eins mikil torfbæjar erótík í þessari bók. Mér skilst að hún hafi einhvers staðar verið kölluð kósí-krimmi sem að ég mjög sátt við, en það sannarlega ekki allt kósí í bókinni. Ég ætla bara að vara eitthvað við. Það eru morð og það eru nauðganir og það sifjaspell og það það ýmislegt sem ekkert neitt voðalega kósí. En ég ætla að grípa hérna niður þar sem að sýslumaðurinn, Guðmundur sýslumaður sem einhverjir ykkar muna kannski eftir úr fyrir bókinni aftur komin í Hvamma til að halda réttarhöld, en í þetta skipti ekki morð að ræða heldur sauðaþjófnað og yfirhylmingu. Sýslumaðurinn kom í Hvamma í vikunni eftir Hvítasunnu með fylgdarmönnum sínum, sýsluskrifaranum unga og böðlinum til að rétt yfir allir hrossabresti og hofskótsmæðginum. Mér brá illa við þegar ég sá að Brekkujón var einnig í förunauti hans, heftur í járn. Þýddi það? Gat það þýtt annað en að náðunarbeiðninni hefði verið hafnað. Ég fékk mig ekki til að trúa því og spurði sýslumanninn hvort það gæti verið að taka eftir Jón af lífi án frekari fyrirvara. Ekki bara sneitt svar frá Kaupmannahöfn, sagði Guðmundur. Það táknar ekkert annað en höfnun, þannig það. Og þá liggur ekki annað fyrir en að afhöfða sakamanninn samkvæmt uppkveðnum dómi. Lögin mæla svo fyrir. En hvað Dísu, spurði ég titrandi röddu. Herdís sleppur fyrstun sinn því hún með kornaband, svaraði hann. Svo má ég ekki missa hann á mjöltunum, hún svo rösk. Henni verið drekkt á endanum, en það býður að minnstakosti til haustsins. Ég sá að þeir höfðu líka komið með klyfjahest og flutt á honum langan staur, kagan sem sakafólkið
yrði bundið við fyrir hýðinguna og einnig sveran trjából. Dálítið hak hafði verið höggvið í bólinn miðjan. Fyrir hálsinn, sagði sýslumaðurinn, þegar hann sá að ég starði á bólinn. Vinnumenn þínir þurfa að flytja þetta kortveggja á heppilegan stað, setja upp kagan og ganga vel frá honum. Ég þykist mun að þú sért með mann hér sem býsna handlaginn. Heitir hann ekki Brynjólfur? Ég með aðra menn sem geta annast þetta, svaraði ég þurra á manninn. Hann Brynki giftist einni vinnukoninni fyrra og þau reistu sér bú á Sölkutóftum. Ekki spyrja að, það giftist allt og fer að búa sem skriðið getur, sagði sýslumannin. Þessi setningar hafði beint eftir Jóni Espólín endar, sýslumanni. Hann sá enga ástæðu til að vinnufólk reisti sér bú og færa hókra þegar betri bændur skorti vinnuhjú. Morguninn eftir setti Guðmundur sýslumaður réttinn og tók fyrst fyrir þjófnaðinn á gemlingi sér á Tómasar. Þjófurinn sjálfur, Egill Hrossabrestur, hafði ásamt Jóni í Brekku eitt nóttin í fangaklefanum sem svo var kallaður, kompur sem var undir baðstofugólfinu í Hvömmum. Sýslumaður taldi líkur á að þeir gætu strokið, jafnvel hlaupið á fjöll og gerst útilegumenn. Þegar presturinn var búinn að bera vitni í málinu og lýst með mörgum fögrum orðum ætterni og kostum gemlingsins, þetta hefði verið eitt efnilegasta lambið sem komið hefði að fjallum haustið undan henni Gullhúfu sem aftur var dóttir Dalarósar, einhverja bestu mjólkuræð sem presturinn hefði nokkru sinni átt. Sótti hreppstjórinn Egill og dró hann inn. Pilturinn var meðalhár, hóraður og fölur á kynni en þó furður hraustlegur að sjá. Öðru hverju gaut hann augunum snöggast á yfirvaldið en var annars niðurlútur og flóttalegur. Sýslumaðurinn skipaði honum að standa fyrir framan svo og spurði hann að aldri. Hann kvaðst vera á 19. ári, alinn upp á sveitarframfæri, hefði verið í vistun tíma en verið rekinn þaðan og síðan hefði hann verið á flakki og aðallega lifað á betli. Hvernig atvikaðist að þú rændir gemlingi pressins? Spurði sýslumaður og hvessti augun á hann. Pilturinn virtist ætla mald í móinn, haldaði fram að hann hefði engu rænt, en gúlpnaði fyrir augnatilliti valdsmannsins og þegar hann byrjaði að segja frá reyndist hann skýr og vel máli farinn. Hann sagði frá því að hann hefði verið á flakkjursveitina, svangur og kaldur og hefði ekki fengið matarbita síðan daginn áður. Skammt frá fjárhúsunum á Hofi hefði hann svo rekist á gemling, fastan í Kaldarinsstígi. Séra Tómas lét féð sitt krafsa úti eftir því sem mögulegt var, þó tölvert fannfergi væri, það vissu allir. Gemlingurinn hafði rambað ofan í dýið og komst ekki upp úr því. Egill sagðist hafa ætlað að draga hann upp úr keldinu og fara með hann að fjárhúsunum, en svo hefði hungrið og freistingin orðið yfirsterkari. Ég bjóst ekki við að mér yrði gefið neitt á Hofi þó ég hefði bjargað gemsanum. Séra Tómas er svo blóðnískur, harðbannar maddum en að gefa flækingum mat. Mér kom þá í hug að skera hann mér til matbjargar, fannst það mátulegt á prestinn. Séra Tómas var orðinn æði þungbrýnn. Ég tók hnífkutan minn og skar gemlingi þarna í dýinu, dró hann svo upp og gerði að honum, hlutaði skrokkin í sundur og setti kjötið og inniflín í poka sem ég var með. Gemlingurinn var fremur rýr og magur en þetta var þó matur sem ég hefði getað treynt mér nokkuð lengi. Ég skar líka eyrun af hausnum og tróð honum ofan í. Svo sópaði ég snjó yfir blóð og önnur ummerki og ákvað að fara Hofskoti með fengin. Einhvern veginn þurfti ég að matreiða kjötið. Hvernig var þau tekið þar? Spurði sýslumaðurinn og yldi sig. Vel, fyrst í stað, ég þekki fjölskylduna síðan ég var niðursetningur í Neðrakoti og við Kolbeinn vorum vinir, sagði Egill. En þegar ég sýndi honum hvað var í pokanum brá hann og við og hann bölvaði mér í sand og ösku. Á endanum sigraði þó sulturinn og við laumuðumst í eldhúsin. Auðvitað kom Hólmfríður að okkur og vissi strax að kjötið var illa fengið. Unnin verk verði ekki aftur tekin, andvarpaði hún og sauði það fyrir mig. Og svo átuðu öll þýfið. Já, við gerðum það. Yngri krakkarnir vissu auðvitað ekki hvernig kjötið var fengið. Ég gaf Hólmfríði smávegis fyrir hjálpin en tók hitt með mér þegar ég fór daginn eftir. Á fyrsta bænum sem hann gisti á út í sveitinni tók fólk strax eftir því að hann hafði nægan mat meðferðis. Hann hafði ekki haft hugsun á að fela sekkin úti við. Þá var hreppstjórinn strax gert viðvart og Egill handtekinn. Hólmfríður í Hofskoti var þá kölluð fyrir. Hún játaði að hafa soðið kjötið þó hún hefði áttað sig á því að það myndi vera illa fengið. Því olli íhugunarleysi mitt, sagði hún, og þetta var of mikil freisting. Börnin mín sultu, en þannig gat ég gefið nýtt kjöt og súpu. Þau glöddust svo yfir því að fá eitthvað í magan. Svo gaf Egill mér hryggjarbein og langlegg. Annars naut ég ekki að þessum bölvaða gemlingsrefli, sem sannarlega var ekki eins vel kynjaður og presturinn hefur látið í veðri vaka. Ég veit ekki betur en að hann hafi verið undan henni skítumóru. Síðastur var Kolbeinn kallaði fyrir sýslumannin.
Eyjólfur hreppstjóri ætlaði að teyma hann með sinni í stofun en pilturinn hristi hann af sér, gekk sjálfur inn og nam staðar fyrir framan borðið og horfði beint fram fyrir sig. Þvermóðskufullur á svip, ljós yfirlitum, fremur hávaxinn en magur og slánalegur. Líkur föður sínum, hugsaði ég. Illugi hafði verið vinnumaður á Árbæ þegar ég var unglingur, fáeinum árum eldri en ég. Ákveðinn og sjálfstæður hlýddi föður mínu þegar hann var skipa fyrir en lá ekki á eigin skoðunum. Hann var harðduglegur og eftir hann giftist barðist hann áfram í búhókur af mikilli hörku þrátt fyrir sívaxandi ómegð. Á harðinda árunum fyrir aldamótin ofgernaði sér á strítinu, misti heilsuna og varð eins og gamalmenni langt aldur fram. Svo dó hann í bólunni og 2 barnanna líka en 5 tórðu. Hólmfríður konans var sömu gerðar hörkutól og einhvern veginn hafði henni tekist að halda lífinu í börnunum og koma í veg fyrir að fjölskyldan leystist upp og færi á sveitinu. Nú var því stríði líklega lokið. Kolbeinn var 17 ára og ég hefði heyrt að til hefði staðið að hann færi í vinnumennsku til síra Tómasar þetta vor, en auðvitað var ekkert að því. Presturinn vildi heldur ekki leigja Hólmfríði kotið áfram, sagðist ekki vilja hafa þjófahyski og eign kirkjuna og það við tungaði hjá sér. Hún yrði nú að fara í vinnumennsku, fengi mögulega að hafa yngsta barnið hjá sér. Elsta dóttirinn, nýfermd, gæti líklega fengið vist sem vinnukona eða léttastúlka á einhverjum bæ, en hinn 2 færi á hreppsframfæri, annað var varla að ræða. Nú voru fardagar og presturinn hafði rekið fjölskylduna burt af jörðinni til að rýma fyrir 9 leiguliðum. En þau höfðu fengið að hírast í útihúsi á nálægum bæ þar til búið var að leggja refsinguna á þau. Sýslumaðurinn spurði Kolbeinn gemlinginn en hann svaraði engu. Þá rakti Guðmundur fyrir honum framburð Egils lið fyrir lið og spurði jafnóðum hvort þetta væri rétt og pilturinn játaði. Svaraði öllu stuttlega, oft bara með einu orði. Hann sagðist ekkert hafa komið nálægt slátruninni en hefði dregist á að hjálpa Agli að matreiða kjötið og svo hafði hann fengið góðan bita þegar búið var að matreiða ránsfengin. Hver sauð kjötið? Spurði Guðmundur. Kolbeinn þagði og sýslumaður endurtók spurninguna. Þá leit pilturinn niður í gólfið í fyrsta sinn og muldraði lágt. Mamma, þú hefur nú játað á því vitorður sauðaþjófnað og hlutdeild í því að koma ránsfengnum í lóg. Hefurðu eitthvað fram að færa þér til málsbóta? Hvers vegna tókst þín þátt í að fremja þennan verknað? Þú hlýtur að hafa vitað að sauðaþjófnaður er stór glæpur. Kolbeinn leit upp og horfði á sýslumannin. Munnur hans var harðlokaður, varirnar hertar saman og ég hélt fyrst hann ætlaði að þegja. Svo opnaði hann munninn, renndi tungubrotin yfir þurra varirnar og ég heyrði sársaukinn í röddinni þegar hann sagði, ég var svangur. Svo þagnaði hann og ætlaði greinilega ekki að segja meira. Guðmundur sýslumaður gekk á hann og sagði oft væri fólk nú svangt á þess að gerðist þjófar eða þjófsnautar fyrir vikið. Þá svaraði Kolbeinn hljómlausri röddu. Við vorum eiginlega alveg matarlaus. Áttum ekki nema botnfylli í kontuninni og kýrin var orðin steingjeld. Ég var kvalinn af hungri og litlu systkini mín hafði volað af sulti dögum saman. Ég var bálreiður út í prestinn sem átti nógan mat en hafði neitað mömmu matbjörg hvað eftir annað. Daginn áður hafði Madama Guðný, Guð blessana, laumað að henni svolítilli mjólkurlögg handa börnunum, en hún var uppbuðin. Ég sá að sér að Tómas tók viðbragð og það týndist heldur á honum brúnin. Líklega ætti prestmadaman ekki vona á góðu þegar hann kæmi heim. Ég var svangur. Þessi orð endurómuðu í huga mér, orðin sjálf en þó ekki síst vonleysið sem í þeim hafði legið, reiðin vegna misskiptingar gæðana, örvæntingin vegna þess að hungurgrátur yngri systkinanna hafði gert hann og þau sjálf að þjófsnautum. Börnin myndi þó ekki hljóta refsingu aðra en skömmina, en honum og móður hans yrði sannarlega refsað. Jón minn hafði oft ávíta mig og stundum húðskammað fyrir að vera of útlátasöm við förufólk og fátæklinga. Þótt sjálfur hefði hann ekki verið nándanæri eins aðsjall og sér á Tómas. Þú getur ekki bjargað öllum, hafði hann oft sagt við mig. Og það var auðvitað alveg rétt hjá honum. En ég gat heldur ekki látið fólk fara frá mér sárhungrað. Ég var svangur. Orð Kolbeins klingdu í kollinum á mér. Ég gekk fram í eldhús og bað höllum að taka til einhvern mat í poka, dálítið af fjallagrösum, nokkra fiska og smjördömlu, handa Hólmfríðu og börnum hennar og gefa þeim mæðginum og stráknum honum allir góðan bíta núna áður en böðullinn tæki vöndin. Þau þurftu þá minnstakosti ekki að gangast banhungru undir hýðinguna. Ég langar að nefna að sagan af piltinum sem að sagði ég er svangur, hún er í dómabók Skagafjarðarsýslu og þetta var langa við minn.
þakkir, Nanna. Næsti bók sem ég hugsaði, ég man þegar að mér var sagt á fundi hér einhvern veginn í vor að fyrir jólin eruðum við með álfabók fyrir ungmenni og ég hugsaði, já, það var nú notalegt. Og það var misskilningur. Ég ætla að bjóða Gunnar Theodór Eggertsson velkominn að lesa fyrir ykkur úr Álfareiðinni. Sælverið, já, það satt. Ég verð að játa þetta á mig. Álfarnir mínir í þessari bók eru frekar ógeðslegir. Álfareiðin, þetta já, ungmennabók, sem sagt, ég hef aldrei skrifað svona hreinræktaða ungmennabók áður, sem sagt, þetta ekki unglingabók, þetta ekki fullorðinsbók, þetta samt bók fyrir unglinga og fyrir fullorðna og allt þar á milli, en ekki fyrir börn. Ég verði eiginlega bara að segja það, nema að börnin ykkar séu byrjað að lesa Stephen King, þá kannski mega við lesa þessa. Ég er búinn að vera að lýsa henni sem álfasögu fyrir alla sem eru konum með leið á álfasögum, sem náttúrulega rosalega hrokafullt og þetta er lína, þetta ekki raunin ekki ég að tala, þetta er aðalpersónan Líneik sem að hugsa svona og tala svona, ég elska álfasögur. Þetta er 11. skáldsagan mín og ég taldi til að 5 þeirra snúast álfa eða huldufólk, að má færa rök fyrir 7. líka að einhverju leyti og það er alltaf svona mínar leiðir til þess að svona búa til mínar útgáfur á álfum og huldufólki en þegar samt allavega aldrei verið jafn svona ógeðslegir og hér. Ég fer samt mjög sparlega með þá þannig að ég ætla að gefa ykkur smá smakk af álfunum bara hérna í lokin. Ég ætla að byrja að lesa bara úr fyrsta kaflanum svo þið fáið aðeins að kynnast henni Líneik sem er sem sagt mennskellingur 18 ára að vera 19 og já, hún bara kynnir sig sjálf hérna. Álfar og huldufólk, come on, gat hún ekki fengið eitthvað aðeins meira spennandi. Helguhópur hafði fengið hvalveiðar og hópurinn hans Magga skemmtiferðaskip. Reiðir litli kallar að drepa hvali, ríkiljótir túristar að menga höfin. Líneik hefði þess vegna freka vilja fá veggjakrot sem hljómaði kannski ekkert stórkostlega spennandi en var allavega með alls konar samfélagslegar skírskotanir og bauð upp á frekar næs tónlist. En nei, hennar hópur þurfti endilega að fá álfa og huldufólk, mest boring efni í heimi, ofnotað og dautt í drasl. Hún hafði lesið álfa og huldufólk síðan hún var smástelpa, eins og öll íslensk börn. Álfar tröllriðu barnamenningunum allar trissur í sjónvarpi og leikhúsum og ævintýrabókum, meira að segja tölvuleikir voru ekki lengur safe space. Ég er segur það meira hans, ég er búinn að skrifa fyrir íslenskan tölvuleik. Það eru álfar og huldufólk í honum að sjálfsögðu, þannig að smá skot á það. Alltaf þurfti allt endilega að sækja í helvítis þjóðsagnarinn. Líneik var búin að fá upp í kok af þjóðsögum og ekki bætt úr skák og hún hét eftir einhverju prinsessu úr gömlu íslensku ævintýrunum. Hún hafði verið komin með leið á álfum og huldufólki strax í 1. bekk en þurfti enn að vera að lesa þetta lið á unglingsárum og nú þegar hún hélt loks að hún var í laus við óféttin komin á 3. ári í framhaldsskóla í valnámskeiðum fjölmiðlafræði átt að draga hana aftur inn í álfheimana. Álfar eru bara hundleiðilegir, sagði hún við kennarann eftir að búið að vera að útdeila verkefnum og alltaf verið að láta eins og við trúum öll á þá eins og við séum öll einhverjar hálfvitar bara að selja túristum álfadrasl og styttur og steina og svona hvort það allt orðin einhver hrærigrautur á enskum blómálum og dönskum bólum og einhverjum fáralegum pinkulitlum dulluhúsum og meðan það trúir enginn í alvörinni á álfa. Það trúa byggilega fleiri á drauga heldur en álfa. Ekki að mér langi frekast að gera podcast drauga, skilur, alls ekki. En bara eitthvað aðeins meira mikilvægt, eitthvað sem í alvörunni tengir samfélaginu okkar hér og nú, hvers vegna ekki loftslagsmálin, Ísland á ísöld, heimsstyrjaldir, þjóðarmorð, rasismi, fasismi, neysluhyggja, níhilismi, það er svo margt í boði. Má ég ekki please velja eitthvað annað? Hinir nemendurnir höfðu yfirgefið skólastofuna án þess að setja nokkuð út á sitt hlutskipti. Kennarinn hallaði sér aftur í stólnum og horfði alvörugefinn á Líneik. Frábært, svaraði hann loks, henni til mikilla furðu. Frábært, endurtók hún og gretti sig. Frábært að heyra hvað þú hefur sterka skoðun á verkefninu, hélt hann áfram, og hallaði sér fram á borðið með glampa í augunum. Ég heyri alveg að því að þykir efnið ekki leiðinlegt, þvert á móti fer það í taugarnar á þér og það er tilfinning sem þú getur nýtt þér. Alltaf þurfti hann að finna einhverja réttlætingu á heimavinnunni. En á svona heimilda þáttur ekki að vera hlutlaus, spurði Líneik þá í veikri vonum að enn fyndist flóttaleið.
Það bara mýta, svaraði kennarinn. Engin list hlutlaus, síst af öllu heimilda, myndir eða þættir. Hlaðvarpið okkar á að vera margrata, já, og þið þurfa að leggja ykkur fram við að augra ykkur sjálfum og ykkar eigin skoðunum einmitt með því að draga fram ólíkar hliðar á þeim málefnum sem ykkur hefur verið úthlutað, en hlutlaus, nei, ég vil miklu frekar sjá eldmóð. Líneik dæsti. Gott og vel, álfar og huldufólk skildi það vera. Hún var bara að líta á þetta sem áskorun. Skýtt með Helgu og Magga og alla hina hópana. Það var ekkert mál að gera áhugaverða hlaðvarpsþætti hvalveiðar og skemmtiferðaskip. Svoleiðislega skrifaði sig sjálft. Drama og átök borið á borð fyrir þáttastjórnendur, matað ofan í hlustendur, Líneik ætlaði að slá því öll sömul út og gera ógeðslega spennandi þátt álfa. Ég ætla samt ekki að gera eitthvað krúttulegt podcast álfaprinsessur, sagði hún hnarreist, krosslaði armana, kastaði síðu ljósu hárinu til eins og hún gerði alltaf þegar hún var í vondu skapi. Hún gnæfði yfir kennarann í stólnum og kunni aldrei svo vant að meta það að vera hávaxnari en allir hinir í bekknum. Ég hef engar áhyggjur af því, svaraði kennarinn og brosti. Svo fara þau frétta af dularfullu þorpi í einhvers staðar á Suðurlandi, sem ég er bara búin að búa til, út í hrauni, og þorp sem að sárafáir þekkja og þau hafa aldrei komið til, hún og 2 aðrir í bekknum. En það allt í rosalega vinsælt hjá túristum og stoppaðar að einhver poppari kom þar og tók mynd á sér við gamlan álfastein. Þannig að þau eru farið þangað til þess að gera rauninni hlaðvarp þetta. En þegar þau koma í þorpið þá kemur í ljós að þar er allt í rugli og stórhættulegt að fara að spyrja spurninga. Og ég ætla að hoppa bara alveg inn í mjög seint í bókina bara til að gefa ykkur smá smakk af þessum álfum. Hún sparkaði af öllum kröftum í ósýnilegan líkama álfsins og hristi sig og skók í vonum að geta komist yfir að altarinu til vinkonu sinnar. Hún heyrði annan smell í fingrum og fann nú hvernig álfurinn sleppti takinu og skildi hana eftir í lausu lofti. Perla lenti með andlitið beint á kirkjubekknum en léta ekki stöðva sig, heldur kastaði sér á 4 fætur og skreið með hraði inn eftir gólfinu. Þá var gripið í fæturna á henni. Hún sparkaði og öskraði og sneri sér við en úr henni fór allur kraftur þegar hún leit álfinn sem hélt hæla hennar. Hann var þakinn blóði gömlu konunnar sem hafði þegar harðnað utan á honum eins og þunn skel. Perla titraði og skalf og hryllti við að sjá útlínur ófreskjunnar í enn meira návígi því þetta var auðvitað engin álfur. Þeir voru fagrir og heilagir. Nei, þetta var hrein og bein ófreskja, sama hvað fólkið vildi kalla þá. Afmynduð mannvera, harðskeytt og hjartalaus, kubbsleg og hvöss eins og hann hefði verið dýft í logandi hraun og látin storkna út í sólinni í heila öld. Takk fyrir það. Gunnar. Við ætlum að halda áfram í bókum fyrir svona yngri kynslóðina, þó með talsvert svona í annan tón núna. Ævar Þór Benediktsson ætlar að koma og lesa fyrir okkur upp úr Skólastjórnum. Gjörðu svo vel, Ævar. Komið sæl og blessuð. Skólastjórinn bók sem fjallar Salvar sem 12 ára og þolir ekki að vera í skóla og þegar gamli skólastjórinn hættir þá ákveður hann aðalega til að pirra kennarana að sækja sem nýji skólastjórinn og svo gleymir hann því. Og út af villu í tölvukerfi Reykjavíkurborgar þá fær hann stöðuna og eins og við vitum öll þá taka breytingar í grunnskólum tíma og það ekki bara hægt að taka stöðuna af barninu, hann með hana og neitar að skrifa undir plaggið sem myndi gefa stöðuna frá sér. Hann með allskins hugmyndir hvernig hann ætlar að breyta þessum ömurlega skóla og besta vinkona Guðrún honum innan handar í því öllu saman. En allt hefur sínar afleiðingar sem það sem Salvar lærir mjög fljótt og þetta svona þroskasaga þessa drengs sem að læri það að það kannski ekki eins auðvelt og hann heldur að vera kennar og skólastjóri en líka þroskasaga fyrir kennarana í kringum hann sem læra það að þessi strákur sem getur ekki setið kyrr kannski ekki eins vitlaus og þau hafa haldið þessi fyrstu 7 ár. Guðrún Lára, ritstjórinn minn, fékk að velja hvað ég les hér í kvöld. Salvar, eitt af því sem hann líka nemandi sko, þannig að hann í tíma en það alltaf verið að hlaupinn, Lena skólaritari alltaf kominn og segja, heyri þú þarft að gera þetta og bóka þetta og svara þessu og hann bara ýtir þessu öll á undan sér eins og hann hefur gert við öll verkefni. Meðal annars átti hann að bóka rútu
sem hann bókaði ekki, sem þýðir það að þegar fyrsti bekkur átt að fara á Árbæjarsafnið þá engin rúta. Og andrið fullt af fyrstu bekkingum og allir kennararnir sem átt að fara með þeim verða allt í einu veikir og fara heim. Þeir eru ekki til í Salvar sem skólastjóra. Þannig að hann allt í einu núna bara með risastóran fyrsta bekk og veit ekkert hvað hann á að gera. Það kaflinn sem ég ætla að lesa. Og svo ég gleymi því ekki, stútfulla myndum eftir Elínu Elísabetu Einarsdóttur. Þær eru mjög flottar. Ef Salvar hefði fengið að ráða, þá hefði hann smalað öllum fyrstu bekkingunum inn í matsal og sagt þeim að þrífa. Af því að hann var búinn að ákveða að það væri pizza og kandifloss alltaf í matinn og mötuneytið í rugli. Þau eru þetta sykursjokki líka, tek það fram. Það myndi samt örugglega flokkast undir barnaþrælkun eða eitthvað svoleiðis og hann langaði ekki að enda aftur í kvöldfréttunum. Þess í stað var öllum krokkunum smalað inn á sal. Salurinn var í raun bara risastór kennslustofa í miðjum skólanum. Það sem greindi þessa stofu frá öllum hinum var að í öðrum enda hennar var smá upphækkun sem átti nota fyrir svið. Árshátíðarleikritið var sýnt í þessum sal, upplestrakeppnin haldin þarna á hverju ári og þegar gestir kom í heimsókn, eins og til dæmis ráðherrar eða einhver frá slökkviliðinu eða rithöfundar, þá var öllum smalað þangað inn og Salvar var með rithöfunda heimsóknirnar í huga. Á meðan Lena ritari smalaði öllum óðu fyrstibekkingunum á sal, þá hljóp Salvarinn á bókasafn og greip bók af handahófi. Hann vissi að góður upplesari gæti haldið athyglinni hjá fullum sal af krökkum og það var það sem hann ætlaði að reyna að gera. Hann hljóp aftur inn á sal, krakkarnir enn fullir af sykri og alveg spinnigal en Salvar var vopnaður hljóðnema og það gat sko komið manni langt. Ertu með þetta, spurði Lena ritari áhyggjufull þar sem að þau stóðu við enda sviðsins. Salvar kinkaði kolli. Já, ég held það, sagði hann. Já, ok, ég sé þið þá á morgun, sagði hún og byrjaði að bakka í burtu. Hvert þú að fara? Hvísl kallaði Salvar, stressaður á eftir henni. Leikskólinn var að hringja, svaraði Lena afsakandi. Ég verð að sækja strákinn minn. Hún lét sig hverfa. Salvar dæsti og leit á iðandi krakkahópinn og svo horfði hann á eftir Lenu og svo aftur á krakkana. Þú getur þetta, hugsaði hann, koma svo. Og hann gekk inn á mitt sviðið. Jæja. Svona nú, sagði Salvar lágt og röddin bergmálaði salinn. Enginn hlustaði. Salvar reyndi aftur. Suss, krakka minni, nú ætla ég að lesa fyrir ykkur. Enginn hlustaði. Og þá fauk í Salvar. Heyri, þegiði nú, hrópaði hann í hljóðunum hann og 5 fóru að gráta. Það tók smá tíma en Salvar náði að róa krakkana örlítið niður. Þau voru allavega hætt að gráta og það var ágætis byrjun. Hann teygði sig í bókina. Frábæru bókina sem átti að halda þessum krökkum rólegum í allavega klukkutíma. Og það var nákvæmlega þá sem að Salvar fattaði að hann hafði ekkert pælt í því hvaða bók hann hefði gripið á bókasafninu. Hann las titilinn Í sveit og borg. Svo sneri hann bókinni við og las aftan á hana. Ó nei, þetta var ekki ævintýrabók. Þetta var ævisaga einhvers gamalls kalls sem hafði búið á Íslandi árið 1850. Salvar fölnaði. Hann gat hvergi farið leið og hann myndi yfirgefa sviðið til að sækja nýja bók, þá yrði allt vitlaust. Hann var búinn að ná krökkunum, nú þurfti hann að halda athygli þeirra. Ok, ég læt bara eins og þetta sé ævintýri. Ég umorða kannski smá, þau fatta það ekki, þau eru svo lítil. Salvar ræsti sig, opnaði bókina og byrjaði að lesa. Ófeigur Jónsson fæddist á litlum sveitabæ, sunnan við Selfoss, árið 1850, byrjaði Salvar hátt og snjallt og las pínu eins og hann væri að lesa Gullbrá og Birnina 3. Og það virtist virka. Ótal margir litlir hausar litu forvitnir í áttina að honum sem var pínu creepy en samt allt í lagi. Hann brosti með sjálfum sér, ævintýri höfðu verið lesin fyrir þessa krakka alla ævi, þau kunnu að hlusta, jafnvel þótt að maginn væri fullur af sykri. Hann gaf sér andartak til að horfa yfir hópinn og njóta þess hversu vel honum hafði tekist til. Sem hann hefði ekkert að gera, að því krakkarnir byrjuðu umsvefalaust aftur og ókeyrast og tala saman. Hægt að glápa, lestu maður. Ófeigur, hélt Salvar áfram og gróf andlitið ofan í bókina. Hann ólst upp á bænum Staðarstað á Suðurlandi og hann lagði einstaklega mikla áherslu á orðið Suðurland eins og það væri dularfullur töfraheimur sem aðeins fáeinir útvaldir fengi að heimsækja. Aftur þögnuðu krakkarnir og sperrtu eyrun. Lestu! Ófeigur var sonur hjónanna Jóns Sigurðssonar og Sigríðar Jónsdóttur. Hann átti sömuleiðis 7 systkini en 4 þeirra og augun í Salvari stækkuðu helming og hann orðaði á staðnum og hann átti 3 systkini. Og hérna bara alls ekki fleiri og þeim leið öllum vel alltaf og það kom ekki træðilegt fyrir þau. Og hann leit brosandi út í sal og hugsaði, vá hvað það hefur verið ömurlegt að búa í Íslandi í gamla daga. Og þau áttu öll kanínur, bætti hann við. Og hann las endalaust lengi. Smá saman varð röddin rámari, hálsinn þornaði upp, Salvar óskaði þess hann hefði vasklas en það kom ekki til greina að gera hlé á lestrinum. Í hinum enda salarins var klukka sem taldi niður mínúturnar. 3 korter enn og hann las, hálftími og hann las.
En svo gerðist svolítið ótrúlegt. Krakkarnir fóru að dotta og eitt af öðru þá sofnuðu þau. Salvar trúði ekki sínum eigin augum. Það sem fer upp, það kemur aftur niður. Húrra fyrir sykursjokki. Hann las samt áfram bara til öryggis. Og þegar klukkan var orðin 2 þá voru allir í salnum sofnaðir. Ófeigur Jónsson, hann var komin til Danmerkur í nám og satt best að segja að þá var Salvar pínu spenntur að heyra hvað myndi gerast næst í ævisögunni. En það yrði að bíða betri tíma. Skóladeginum hjá fyrsta bekk var lokið. Hann leit stoltur yfir sofandi hópinn, svo lokaði hann bókinni, lagði hann á gólfið og bankaði svona, laust í hljóðnum hann, einhverju rumskuðu, hann bankaði aftur, einhverju vöknuðu, jæja, sagði hann blíðlega, nú skulum við opna augun og vakna, klukkan er orðin 2 og skólinn er búinn í dag. Einhverju geispuðu, teygðu úr sér, smjöttuðu og lögðu svo á hina hliðina. Salvar brosti, röddin var nánast farin en honum hafði tekist þetta. Takk. Takk kærlega, Ævar. Nú fyrir við sannarlega í allt annað. Kristín Ómarsdóttir heldur áfram að heiðra okkur með Móður ástar seríunni sinni, núna 3. bókinni í röðinni. Hún hlaut Íslensku bókmenntaverðlaunin fyrir bókina sem kom hér síðustu jól og nú fáum við að heyra upp úr Móður ást Sólmánuður. Gjörðu svo vel, Kristín. Takk fyrir lestrana, kæri kollegar. Skemmtilegt að maður var svona í hláturkasti eftir þennan lestur frá Ævari. Og ég á svona svipuðum slóðum og Ófeigur á svipuðum tíma. Kannski munið þið dotta. En allavega, ég ætla að lesa bara 3 bita úr styrta. Úr þessari, 3. bók sem er svona gul. Af því hún heitir Sólmánuður og sólin kemur mikið við sögu, má vel að segja. Sumarkveldi hljóp gegnum baðstofuna. Systir mín vildi vera smalin. Mamma satt við borð og leit út gluggann, stakk upp í sig graut. Pabbi satt á kistli, skóf upp úr aski, skyr límdist við skegg. Föðurbróðir minn snýtti sér í afar stóran vasaklút. Seinna kenndi mér einn ónefndur felló að vilji menn kalla sig vitibodna, snýti þeir sér ekki í miðju málsverði slett á sig skyri. Það þykir þorpskallalegt. Ég hélt gata á askbotni, sötraði vænan graut. Ég er smalinn á Austurbæ, svaraði bróðir minn, Magnús, Maggi, Reykinn, Drýldinn. 2 geta ekki orðið smalar, Cecilia. Þeir eru 2 í Vesturbæ, svaraði Cecilia. Ég potaði systur mín á tanni, hún potaði sinni í mig. Smalinn í Vesturbæ hét Þórður, fæddur með lasinn fót, gekk við spelkur sem náði upp á mjöðm og hann smíðaði sér sjálfur. Yngri bróðir hans var aukasmalinn, fylgdi Þórði, sá hlaup. Maggi verður aukasmalinn minn, lýsti Cecilia yfir, sleikti grautinn beint úr raskinum, gerði allt hratt nema sofa. Aðeins skrælingjar og hundar sleikja áhöld og ílát, sagði ónefndur spjátrungur löngu seinna þegar hann mætti Ameríkugrabbinn í Bræðratungu að vitja jarðar afa síns sem pabbi borgaði leigu af áratugum saman í kúm í fullu standi, ómældu magni af smjöri og því fínasta sem mamma og Guðlaug áttu heiður af. Pabbi, sagði systir mér hraðmælt, hrifsaði andartakið til sín með höfuðhreyfingu og starði á pabba sem vafði hnén á sér rauða stjörnuteppinu. Hún skellti asklókinu aftur. Ég vil verða smalinn, við Þórður erum jafnaldra, Maggi er of gamall. Cecilia var 2 árum yngri en Maggi, ég fæddist í miðjunni. Á leista brókum og treyju reis hún á lappir, augu pabba undir þykkum flekkóttum brúnum, eltu hina skjótu dóttur.
Með hreinu, svundu, horni, þreif mamma skýr framan og nýja fósturbarninu, faðmur Jesú Krist, skreitir lok á barnsaski. Þetta fyrsti kaflinn. Svo les ég, þær eru þessar systur, Oddný og Cecilia, mikið svona í forgrunni í þessari bók og þær ganga til ýmsa starfa að endingu fara þær svo í heimsókn og bókin endur þessar heimsókn en ég les bara upp úr þessum fyrsta hluta og þá þær bara að stríta og þær með sauðina, með annar lömbin og annar kindurnar, ekki sauðina þá, kvíaból. Ég strengi mig svundu sem áður var hvít og lá ofan á garðinum eftir morgumjáltirnar. Hún lyktar af mjólk, taði, móa sem samanlegt góð angan, gefi maður anganinn í gaum, óþefur snusimaður. Pilsinu aftanverði sný ég undir mig kræki faldshorni undir sunduna sest klofvega yfir á og ekin út í hornkvíjar. Litla mín, og hún ekkert lítil, vertu nú þæg og góði svo mamma þín og amma og langamma. Hvað ertu að þrugla Oddný teljandi upp ættatöluna Genevieve, hrópar Cecilia og grípur í horn gimbur, sest klofvega á hana og stefnir hingað, komin úr pilsi í brækur sem hún felur undir steini. Genevieve, muldra ég, þefa af henni og pilla köggla af spenunum. Hún talar fransku, öskrar systir mín yfir kórinn. Talar fransku, hvísla ég og mjólka belgfulla ána. Genevieve rekur hornin inn í garðinn, lætur mig mjólka sig. Hvað ertu að hugsa, Genevieve? Þig, svarar hún á íslensku. Svo þær komnar að þvo þvott. Það hér og þær eru að tala saman. Fyrst lýsing á undan, hvernig þær eru að þvo, allan hennar skít sem þær eru að þvo sem að gefi sér algjörlega tíma til að vera skítur og svo þær að ræða málin, systurnar. Silagangur sonarbogans til fjölgunar Íslendinga. Á meðan vinnukonunum blæðir, jafn reglulega og staðfastlega, stendur mannfjöldi Íslands í stað, segir systir mín og herjar á efnið með skrúbbinu. Og engin nýr fæðist. Þetta eru blámarin tár Guðs, bætir hún við og sýnir mér á marin klæði, lítur upp til himins, hindilbera tíðarringsins sem heldur sér til hlés þar til rökkvar í ágúst. Marlitirnir hverfast seig hægt. Eða merkjum góða hegðun karlfólksins á bænum, svara ég út í hött. Fer Guð að gráta þegar vinnukona hefur að klæðin? Já, hágrætur blóði, svara systir mín og veifar snöggvast klæðinu þessum vasaklúti Guðs. Ef lítið land eins og Ísland á að sigra heilt Danaveldi og ná sjálfstjórn ber Íslendingum að fjölga sér, heldur hún áfram. Og það verður að sleppa því að hugsa hvort eitthvað sé vont eða ekki vont, Oddný. Heldur hagsmuni þjóðarinnar, skyldu hvers og eins til að bæta nýjum börnum í manntalið, segir hún ör. Aldrei vissi ég fyrir hvað muni hvert mannsbarn fyrir sjálfstæðisbaráttu landsins. Að í fámenninni verða að tæma alla ótæmandi möguleika sem fyrirfinnist til mannfjölgunar ef stefna á til sigurs. Hún hamast harðar á tíðablóðinu, ummerkin skulu hverfa. Komist hundar og menn í konublóð trillaðir konuna með illvigri uppivöðslu og kannski ætti því fyrir sjálfstæðisbaráttuna ekki að afmá blóðið skilja eftir slóð, en engum óskar maður þess að vera hundeltur
af blóðtrylltum nösum. Það eru fleiri ungar vinnukonur í Vesturbæinn heima, meira blóð að skrúbba og fleiri karlar að þvo af, segi ég, til að létta okkur verkið. Við þekkjum skítinn sem fylgir körlum jafn vel og við þekkjum skítinn sem eltir konur. Það er snúnara fyrir skít að elta konur, en þeim blæðir, tunglinu blæður, Guð grætur, oft í marga daga, miklu magni. Takk. Kæra þakkir, Kristín. Við ætlum að taka stutt hlé núna, við ætlum að fara að fylla á glös og heimsækja salerni og koma svo öll aftur saman og hlusta á 4 skáld til viðbótar eftir smá stund. Takk.
Halló aftur. Sæl öll. Ég held bara áfram að tala í mikrofón þangað til að fólk búið að átta sig á því að hér hléið búið og við ætlum að snúa okkur aftur að alvöru bókmenntana. Á ég tala hærra? Já, ok, ég hef verið beðin að tala hærra. Við erum að fara að byrja. Það mjög erfitt að slíta sig hérna frá bókabúðinni. Ég skil það mjög vel, en hún verður hérna áfram þegar við klárum. Ok, ég held að við séum meira og minna tilbúin. Við ætlum allavega að byrja. Við ætlum að heyra upp úr 4 bókum til viðbótar núna eftir þetta stutta hlé. Og þar fyrst ætlar Arndís Þórarinsdóttir að byrja að lesa fyrir okkur upp úr bókinni Sólgos. Gjörðu svo vel, Arndís. Góða kvöldi, gaman að sjá okkur. Sólgos stutt og vinaleg og aðgengileg saga hrun siðmenningarinnar fyrir unglinga. Hún fjallar það, árið 1859, svo höldum okkur bara áfram hérna á 19. öldinni, þá varð gríðarlegur sólstormur sem skall á jörðinni með þeim afleiðingum að það urðu miklar truflanir á því litla rafkerfi sem var til staðar. Það bara voru skeytastöðvar, það kviknaði í þeim. Mér hefur alltaf þótt áhugavert að velta fyrir mér hvað myndi gerast ef slíkur stormur og kannski enn stærri stormur myndi skella á jörðinni núna. Af því að þegar sólin sendir frá sér fullt af hlöðnum, rafeindum og nifteindum, þá getur það verið í nógu miklu magni til að eyðileggja ekki bara rafdreifingakerfið heldur öll raftæki. Og þá erum við í vandræðum. Og þessi bók fjallar að það gerist og sögupersonan heitir Unnur, hún í 10. bekk, í svona viku fyrirkomulagi, hjá pappa sínum þegar þetta gerist. Mamma hennar á ráðstefnu í útlöndum, leiðindamál. Og hérna, rafmagnið fer og þegar hér komum við sögu komin dagur 6 án þess að sé rafmagn og þess að bólin eitt á því aftur. Og þá maður nú kannski farin að örvænta svolítið þegar það eru liðnir 6 dagar án þess að rafmagnið komi. Það orðið svolítið tómlegt í eldhússkápunum og allur veturinn framundan. Ég ætla að lesa fyrir ykkur út hérna úr fyrirhluta bókarinnar. Það var barið að dyrum, ekki harkalega, bara laust. Pabbi stóð strax á fætur. Við erum vopnuð, hrópaði hann í gegnum hurðina. Ekkert heyrðist að utan, við Ásrún horfðumst í augu. Svo var bankað aftur. Hvað sagðirðu? Kallaði pabbi. Hann hlustaði við dyrnar. Ó, sagði hann. Ertu ein? Hlustaði, beið. Unnu mín, það til þín, sagði hann svo, allt í einu með venjulegu málrómi. Hann opnaði dyrnar og á tröppunum stóð Berglind vinkona dálítið skelkuð á svipinn. Sælvínan, sagði pabbi, eins og hann hefði alls ekkert verið að hóta því að skjóta hana. Ég hafði ekki séð hana síðan í fyrradag, þá hefði ég komið heim til hennar og séð að pabbi hennar var búinn að kaupa fullt af símum og tölvum sem enn voru í kassanum. Hann hafði borgað með mat úr eldhúsinu og svefnpokum fjölskyldunar. Mamma Berglindar hafði verið grátandi en pabbi hennar hafði sagt okkur að hún myndi fyrirgefa sér þegar rafmagnið kæmi aftur og hann myndi græða feitt á þessu. Ég hafði ekki stoppað lengi, stemningin hafði ekki verið þægileg. Berglind kinkaði kolli til pabba og leit svo á mig. Við erum að fara, sagði hún, áður að verður of seint. Fara, spurði ég. Öll, hvert? Ekki öll, sagði hún og leit niður, bara við mamma og reyndar Sigrún Dóra litla frænka. Sigrún Dóra var leikskólabarn, ég botnaði ekkert í þessu. Ætliði með hana? Af hverju, og hvað meinarðu með of seint? Systir hennar mömmu fótbrotnaði, núna eftir þetta gerðist. Hún baði okkur að taka Sigrúnu Dóru,
kemur svo vonandi til okkar í vor ef þetta lagast ekki fyrr. Það voru of margar sögur í þessum fáu orðum. En hvað með pabba þinn? Hann, Berglind horfði stíft á skóna sína. Honum finnst óþarfi að fara úr bænum, en amma og afi eiga bóndabæmanstu í Árnessýslu. Við ætlum að fara þangað. Mamma segir að þar sé matur og að þeim veit ekkert af aðstoð með skepnurnar núna þegar rafmagnið er farið. Já, skepnur, sagði pabbi áhugasamur. Ég vona að þau séu vopnuð. Það er örugglega fólk sem er tilbúið að taka þeim heilt bíli með skepnum. Pabbi, sagði ég, megum við Berglind tala saman, kannski bara 2? Hann yppti öxlum og gekk inn í stofu. Ég lokaði millihurðinni inn í forstofu og við Berglind stóðum eftir í myrkrinu. Og hvernig farið þið? Við ætlum að hjóla, sagði Berglind með kökk í hálsinum. Mamma ætlar að hafa vagn aftan í sínu hjóli og svo bara bakbókar, tjald. Við erum vonandi ekkert lengi á leiðinni þótt við hjólum hægt með allt dótið og Sigrúnardóru. Við erum náttúrulega glatað að gista út í þessum kulda, en það er allavega ekki mikil umferð, sagði hún og snökti hálfpartinn. Já, en viltu fara, spurði ég. Eitthvað verður maður að gera, sagði hún. Eða þannig, ég veit ekki, við getum ekki verið hér, allt sem er gott við Reykjavík er farið. Ég meina allt sem það myndi sakna, það er ekki lengur til. Það er ekkert eftir. Ég leit niður svo nú horfðum við báðar á fæturna á okkur. Ekkert nema þú, sagði hún. Já, en það er samt ég, langaði mig að hvísla, en í staðinn sagði ég, þetta hlýtur að fara að lagast samt. Berglind lyfti annarri öxlinni. Er það? Spurði hún og ég gat ekkert svarað því. Ég verð að fara, sagði hún eftir stutta þögn og ég vissi ekki hvort hún meinti að hún þyrfti að drífa sig eða hún neyddist til þess að flytja. Mamma segir að við þurfum að fara strax, bætti hún við, því það er ekki hálka núna eða snjór, við getum ekki beðið lengur. Ég velti fyrir mig hvort það myndi fara að snjóa á meðan þær væru á leiðinni. Það var engin leið að vita það var engin veðurspá. Kannski kæmi óveður þegar þær væru upp á heiði. Amman og afinn vissu örugglega ekki að væri von á þeim. Enginn fær að leita þeim ef eitthvað kæmi fyrir. Get ég látið þið fá eitthvað, spurði ég á svefnpoka. Berglind gjóaði augunum inn í stofu þar sem pabbi og byssan hans voru. Nei, hvíslaði hún, þetta verður allt í lagi. Ég verð að fara, sagði hún aftur, en nú var augljóst að hún meinti hún þyrfti að kveðja mig og láta sig hverfa. Ég starði á hana, reyndi að drekka andlitið hennar í mig. Ég átti ekki margar myndir af henni. Akkur átti ég engar myndir? Bara 1 eða 2 úr passamyndakassa. Allt annað hafði verið í símanum mínum. Farðu varlega, hvíslaði ég, láttu mig vita þegar þú kemur aftur í bæinn. Ég geri það. Bless Berglind, hvíslaði ég og svo gekk hún niður tröppurnar og ég átti að hjólinu sínu. Gekk inn í einhverja aðra vídd, sömu vídd og mamma var í. Þar sem fólk var ósýnilegt og maður vissi ekkert hvað hefði orðið af því, hvernig ég liði eða hvort það kæmi aftur. Gleðileg jól, segi ég. Takk, Arndís, fyrir þennan upplífgandi upplestur. Þá ætlum við að heyra upp úr skáldsögunni Staðreyndirnar eftir Hauk Má Helgason. Gjörðu svo vel, Haukur. Komið sæl. Já, ég var fyrst þegar ég lesi upp úr bókinu þá kaus ég að lesa fyrsta kaflan þar sem allir kynna sig þá bara sjálfir svona og fara ekki svo langt inn í söguna, en núna hefur eitthvað komið fram það í umfjöllun hér og þar og ég ætla að hætta mér aðeins lengra inn í hana og lesa úr 9. kafla. Þessi bók, hún fjallar hún segir, það eru 3 persónur að koma við sögu í þessum kafla. Steinn er sögumaður og aðalpersóna bókarinnar og honum hefur verið komið fyrir frekar en ráðinn kannski í stöðu skrifstofustjóra staðreyndarsviðs upplýsingastofu sem er ný stofnun á vegum stjórnvalda til að berjast við upplýsingaóreiðu. Yfirmaður hans forstjóri stofnunarinnar heitir Sólveig, það er önnur persóna sem kemur við sögu og er fyrrverandi sambýliskona hans
og undirmaður hans Jónatan tæknimaðurinn sem að leiðir tækni þróun helsta verkefnis þessa sviðs stofnunarinnar sem uppbygging staðreinda grunns sem á að halda til að haga ábyggilegum staðreindum, eiginlega ríkisvottunum staðreindum sem kjölfesta í umræðunni. Og þeir beita auðvitað samtíma tækni við uppbyggingu þessa apparats og við komum inn í söguna þegar eru ákveðna vendingar eiga sér stað á þeirri þróun. Lítið málsvæði, lítill markaður fyrir staðreyndir. Vandarsamt að villuprófa svona búnað hér. Eitt var málsniðið sem vélin beitti. Þessi spurning þarna til dæmis réttarfarið, hvort því hefði verið ábótavant, það voru fyrir kafla og var þá aftur á 19. öld. Daginn eftir leiðrétti forstjórinn fögnuminn í bílnum, svarið frá þessu undraverki væri á mörkum staðreinda og gildisdóma og heppilegra að greina betur þar á milli. Ég kom skilaboðunum áleiðis til Jónatans. Þegar ég bar sömu spurningu upp við vélina eftir næstu uppfærslu tók hún ekki fyrirvaralaust undir þá fullyrðingu að réttarfari hefði verið ábótavant, heldur sagði það hafa verið með öðrum hætti þá en nú. Hvort maður líti svo á að réttarfarið hefði þar með verið beinlínis gallað, væri háð gildismati og sjónarhóli. Allir sáttir. 100 háskólanemar svöruðu auglýsingu, sóttu og fengu aðgang að beta-útgáfu Landnámu, það heiti vélarinnar, til að gera athuganir á fullyrðingum hennar, hvort þær væru í reynd staðreyndir. Meirihlutinn var sagnfræðinemar, þeim bauðst þetta sem eins konar sumarstarf, launalaust sumarstarf, en fengu einingar fyrir. Þannig bættum við upp fyrir að hafa ekki fjárreiður til að greiða svo mörgu fólki laun, nemunum buðust á ýmist námslán eða styrkir fyrir þessa vinnu eins og aðra hluta námsins. 3 í framhaldsnámi, doktorsnemar 3, lægra hlutfall en við vonumst eftir en nóg, sögðum við. Á sama tíma snerum við Jónatan okkur á því að meta hvort og hvernig mætti vinna úr efni fjölmiðla. Fyrst við höfðum fundið leið fram hjá sagnfræðingunum, beint í skjölin, þótt okkur blasa við að tæknilega hlyti það sama að vera hægt andspænis blandaðri heimildum. Fyrsta áskorunin var hvernig grisja mætti réttnefndar staðreyndir í fréttum frá hinu sem við kölluðum einu orði fleipur. Nemarnir skrifuðu undir trúnaðar yfirlýsingu. Eitt og annað lag þó eins og búast mátti við. Það var ekki stór vandi á meðan það vakti ekki mikla athygli. Ásættanlegt sull sem við létum að mestu í friði og afsakið mig, myndi eitthvað rétt að mér vatn? Ásættanlegt sull sem við létum að mestu í friði. Við reyndum að halda því til haga, ég setti starfsmann í að taka skjáskot í hjáverkum, vista afrit, halda skrá yfir það sem lag. Vikulega skilaði hann samantekt og vikulega sendum við út áminningar þagmælsku, en sáum ekki ástæðu til að aðhafast neitt meira en það, rekja til dæmis hvar lekinn væri upprunnin. Flestir lekarnir snerust fyndnar villur. Að landnám Íslands hefði byrjað árið 1993 til dæmis, landið orðið sjálfstætt 1809. Svar við spurningu trúarsíði á Akureyri var svolítið vinsælt. Akureyringar, sagði vélin, líta svo á að dauðinn sé til marks brest að hinum látna hafi mistekist. Lífið keppni eða leikur samkvæmt þeirra hefðum sem snýst að leysa þrautir og gera alla hluti rétt. Á meðan mann lánast það deyr maður ekki. Sá sem loksins hittir naglan á höfuðið, gerir allt rétt, öðlast samkvæmt Akureyringum eilíft líf. Þar sem allir hafa hingað til gert eitthvað vitlaust, þá það keppikefli hvers Akureyrings sem komið til vits og ára að gera hluti öðruvísi en allir sem á undan fóru, ýmist í stóru eða smáu. Þetta hefur orðið hreyfiafl nokkurrar uppfinningasemi í lífsháttum. Ef spurt var stærstu líftæknifyrirtæki landsins eða stjórnendur þeirra var á tímabili sama hver spurningin var, svarið innihélt alltaf langa runu af orðinu drulla. Drulla, 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 drulla. Raunar vorum við furðu lengi að komast fyrir þann tiltekna vanda. Málvísindamenn lentu í karpi við vélina setningafræði. Tækið var sannfært að drulla, drulla, drulla væri tæksetning og færði rök fyrir því sem ég kann ekki endursegja hér. Kannski það rétt, svona upprópanir rúmast líklega í tungumálinu, en þær tilheyra augljóslega ekki því málfæri sem stjórnvöld iðka og það sannfærðist vélin áður en yfir lauk. Innan svona bull lágu svör
sem fólu ekki í sér villur heldur réttar upplýsingar sem komu notendum einfallega á óvart. Að allt þar til rétt undir síðustu aldamót hefði verið refsivert að gagnrýna embættismenn til dæmis, allir sem ekki höfðu numið lögfræði héldu að það væri fleipur. Kostnaðarsamastar voru aftur á móti nýjar fullyrðingar, áður óséðar, sem blast ekki við hvort væru sannar eða ósannar, hvernig skildi staðfesta eða hrekja. Jónatan hannaði ferlið sem þær voru settar í. Innanhús teymið og nemarnir tóku þær til nánari athugunar, yfirfóru heimildir og sannreyndu hvort rétt væri með þær farið. Þrautseigustu vafamálin dvöldu í því ferli svo mánuðum skipti. Smátt og smátt fækkaði augljósum villum úr 23% staðhæfinga í 5% með haustinu, tæpu ári eftir að við hófum standa. Á þeim tímapunkti vorum við orðin aðeins á eftir áætlun. Miðað við hvað fyrstu skrefin gengur hratt miðaði þessum hluta ferlisins hægar en ég hafði vonast til. Þar sem þetta var bara jobbið, þetta var vinnan, nákvæmlega þetta, þá vakti það ekki sérstaka athygli mína eða annara þegar einhver nemanna lag svar vélarinnar við spurningunni voru íslensk stjórnvöld einhvern tíma undir beinum áhrifum af nasisma eða. Hún var orðuð svona spurningin slegin inn með þessu eða í endan sem truflaði vélina þó ekki. Já, svaraði hún. Og spurði svo, viltu nánari upplýsingar það? Notandinn sagði, já takk. Þá útskýrði tækið. Íslensk stjórnvöld lýstu yfir hlutleysi gagnvart Þýskalandi nasismans, þráneituðu að lýsa yfir stuðningi við bandamenn í aðdraganda seinna stríðs, fluttu út matvæli til Þriðja ríkisins, unnu gegn því að til landsins leituðu gyðingar á flótta og synjuðu nær undantekningarlaust umsóknum þeirra landvistarleyfi, enda senduðu verðandi lögreglustjóra í þjálfun hjá Gestapo rétt fyrir upphaf stríðsins. Nasískra áhrifa varð helst vart í viðbrögðum lögreglustjórans við samneyti kvenna við erlenda hermenn á stríðsárunum í ástandinu svonefnda. Þá hafa verið leiddar líkur á því að ummerki sömu áhrifa megi greina í störfum útlendinga eftirlitsins sem sami maður stýrði. Láttu vita ef þú vilt nánari upplýsingar þetta mál, einstaka þætti þess eða heimildirnar að baki þessu svari. Þetta vakti raun ekki mikla athygli. 30-40 greiddu færslunni atkvæði sitt á netmiðlunum þar sem hún birtist. Smá kommentahalli. Var sonur forsetans lögreglustjóri? Spurði einn. Nei, Björn S. var bara SS-foringi. Hann fekk aldrei embætti á Íslandi held ég, svaraði annar og bætti við hlekk á Wikipedia-færslu forsetassonin. Hver kynslóð virðist uppgöta þá sögu eins og eitthvað nýtt, eitthvað sem aldrei hafi heyrst áður. Landnáma að tala um Agnar K., upplýsti enn einn notandi. Hann var sendur til Þýskalands áður en hann varð lögreglustjóri. Þetta hefur komið einhvers staðar fram. Í boði Heinrich H. sá ég einhvers staðar rétt fyrir stríð. Nú það þá ekki bókunum hans Þórs Tvöldvað. Þetta hefði ekki þurft að draga mikinn dilk á eftir sér, en aftur var komið sumar, unglingar höfðu tíma til að slæpast og blaðamenn vantaði fréttir. Fyrst rataði efnið af textamiðli á myndbandsmiðil. Ung kona horfði einbeitt í myndavélina á meðan hún hafði þetta eftir. Rödd hennar var yfirveguð, augun skörp, að gyðingum hefði verið neitað vernd á Íslandi, að lögreglustjórinn hefði lotið þjálfun hjá Gestapo og að það hefði verið sami lögreglustjóri sem stýrði viðbrögðum stjórnvalda við ástandinu. Þegar nokkur þúsund manns höfðu séð myndbandið, tók blaðamaður á vefmiðli það upp og skellti í veglega forsíðu fyrirsögn. Ofsóknir íslenskra kvenna voru nasískar, segir gervigreind stjórnvalda. Korteri síðar var fyrirsögnin ydduð aðeins til, hnitmiðuð. Ástandið var helför, segir Landnáma. Maður skrifar ekki helförinn með stórum staf, sagði fyrsta kommenti við þá frétt. Það eru ensk áhrif, á íslensku eru viðburður með litlum staf, ekki helförinn, heldur helförinn, 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 helförinn. Takk. Takk, Haukur. Það Annar Helgason sem ætlar að lesa fyrir okkur núna. Það Hallgrímur sem hér með kvæðasafn Drungabrim í dauðum sjó. Gjörðu svo vel, Hallgrímur. Já, góða kvöldið. Gaman að vera hér. Margir mættir og góðir lestrar. Ég hérna svona öðruvísi bók, svona kvæði, oft með hefðbundnum hætti. Þetta svona kvæðasafn á síðustu 20 árum.
Fyrsta kvæðið eða ljóðið frá 2003. Þetta bæði pólitískt og persónulegt, svona í bland. Fyrsta ljóðið son okkar. Ég kynntist konu þarna 2003 sem var ólétt og var ólétt eftir annan mann og ég var viðstaddur fæðinguna og út úr henni kom hann Kári og þetta var allt svolítið flóknar tilfinningar en já, þetta var svona niðurstaðan úr því Vænglaus engill. Vænglaus engill, ástarblár, yglir sig við ljósins skær og fálmar eftir fótasmár, föður rödd sem yfir hlær. Ég að lýsa fæðingunni og þetta mynd á honum skálduð mynd með naflastrenginn. Hver ert þú og hver ég? Hvað kom til við hittumst hér? Fæðingar einn ég fór veg, en fæ nú kannski hjálp frá þér. Eva minn spora spurningar og spyrða við lífsins flækjustig, uns hann finnur hið eina svar. Ég á þig ekki, en þú átt mig. Svo titilljóðið, Drungabreim. Þetta ort út í Hrísey á hús þarna rétt við sjóinn og það eitthvað náttúrufyrirbæri þarna sem glöggi menn hafa nú einhverjar útskýringar á en ég skil nú ekki alveg. Maður horfir út gluggann og það bara lognslittur sjór en á sama tíma hörkubreim og þannig kom þessi titill á bókina. Og þetta ort 2009 rétt eftir hrun og það svona reiði í samfélaginu. Kannski tjáning af því, ég veit ekki alveg, ég skil ekki alveg þetta ljóð. Drungabrim. Drungabrim í dauðum sjó, dregur mig til strandar, undir niðri allt sem dó, ennþá býr og andar. Eitt lognið allt kring, einna fegurst veðra, þá haldin þara þing í þangskóginum neðra. Á fögrum degi fagurt land, fátt sér veit í móti, kastar upp á auðan sand, aldan reiði grjóti. Svo svolítið af erfiljóðum í þessari bók, til að fá svona smá jarðarfarastemningu. En sko erfiljóð, þetta náttúrulega leiðilegasta kvæða hefðin okkar af því að 19. aldaskáldin voru alltaf yrkja erfiljóð eftir pöntun og það var yfirleitt ekki mikið svona andið yfir þeim, þetta var bara spurning peninga. Ég var að reyna að gera þetta fúsum og frjálsum vilja og þarna sem sagt einu af bekkjarsystrum okkar úr MH sem dó langt fyrir aldur fram árið 2023, Gunnhildur Óskarsdóttir. Hún var svona mikil hetja og gekk 30 ár með krabbamein og stofnaði gönguhópinn Göngum saman. Þannig að þetta var svona, þetta var langur aðdragandi en auðvitað hörmulegt að því kom. Gunnhildur. Nú tekur að tínast úr hópnum, við trúðum því aldrei forðum, mættum við lífsins morgni, á menntaskólans borðum. Við gengum saman, systir, þú sigraðir áratugi, nú lítum við hátt á himni, heita sál á flugi. Raun ráðum þingri, rofinn vinarhringur, oft vill fyrstur fara, sá fugl sem blíðast syngur. Svo ætlum ég að taka en kannski átakanlega ljóð áður við förum í smá létt í lokin. Þetta ljóð sem svona viðbragðaljóð, eins og þið þekkið þá hefur verið að fá vonda fréttir frá Gaza núna í bara 3 ár og þetta bara hræðilegt, alltaf var síminn fullur á hverjum einasta morgni. Sérstaklega fyrir jólin 2022, rétt eftir október innrásina,
og þetta var alltaf svo hörmulegt og þá komu fréttir að því að fólk á Gaza hafði þurft að flýja bara spítalana og skilja veikt fólk eftir og þar á meðal fyrirbura og það voru þarna fyrirburar í súrefniskössum, alveg bara kannski 5-6 saman í kassa og þeir voru bara yfirgefnir. Það var ekkert hægt að taka á með. Þannig að þetta ljóð heitir Fyrirburarnir á Gaza. Við áttum ekki að fæðast fyrr en eftir stríð, en fundum ógnar drunur móður pínu. Við héldum að við yrðum unga börnin blíð, en ekki komin strax í fremstu línu. Er þetta það sem kallast á læknamáli líf? Við liggjum hér í kassa tengd með snúrum. Allir eru farnir, það glampar glóð á hníf. Gengur á með björtum sprengjuskúrum. Ef það stóru hrapa, hristist hús og gler, svo hrynur flís úr lofti niður á kassan. Flest okkar eru dáin, við erum eftir hér. Amne, Manel, Sana, ég og Hassan. Við slöknum bráðum líka, lífsins daufu ljós, sem lánleysið svo blítt vangar stríkur. Það bjargar okkur ekkert, dauð rafmagnsdós, við deyjum leið og súrefninu líkur. Það nánast engu breytir, við erum í raun ófædd enn, og engu skiptir hvaða líf þú hreftir. En til hvers eru þá konur að fæða fleiri menn, ef aðrir menn þá drepa daginn eftir? Segið þeim frá okkur, við áttum litla stund, og enginn þarf hana meir að fjasa, en flytja skaltu kveðju inn á fréttafund frá Fyrirburafélaginu á Gaza. Svo ætla ég að ljúka þess á léttari nótum. Orti hérna smá kvæði annað stríð, Úkraínu, sem var svolítið öðruvísi. Þetta lítið ríma sem notar alltaf sama rímorðið, ín, Pútín, það því að Lenín, Stalin, Pútín enda allir á ín, Úkraín líka og hérna, þannig að ég notaði bara sama rímorðið út í gegn 6 blaðsíður, þetta er aldrei langt. Og þetta fjallar það, ég muni ekki eftir í hérna, þetta var einn laugardag hérna í 2023 sumari, ég var að planta trjám norður í Hrísey og allt í einu var einn af foringjónum hérna í her Pútíns ætlaði uppreist gegn honum og gera hallabyltingu. Prigozhin stormaði til Moskvu og maður bara fylgdist með þessu í beinni á BBC og maður var svo spenntur. Því að þarna hélt maður að hann gæti kannski drepið Pútín, það var eitthvað von, en svo fór þetta allt út í sandinn. En úr var þessi ríma hérna sem heitir Pútín mín og Prigozhin og hún svolítið svona viðbjóðsleg, því verið að fyrirgefa, en þetta eru viðbjóðslegi menn, voru. Þannig að hún varð að vera svona. Pútín fór inn í Úkraín af því hann valdasvín og til að sýna selens skín hvað sæmdi Trotski og Búkarín. Aðgerðin svo sem ekki brýn, hann aðeins þurfti dópamín, smá hernám fyrir hégómín, hundi sín og heimsku sín, en strax á fyrsta degi dvín, drunur hljóði skriðmaskín, herinn vanta vítamín og var með gömlu vopni sín, þessi innrás alveg grín, endaði með kvöl og pín. Þá pótentátið Prigozhin til Púta kom með heri sín. Má ég heita hjálpin þín og herja með þér á Úkraín? Þú heima bara bíða mín og í baði og hlusta á Vagnerín. Og Púti mín játti Jevgenín. Já, þú grilla selens skín. Prigozhin var karlakvín sem kunni best að elda svín og krydda það með kókaín, kokkur þjónn og reddarín sem böttlaræði boðin fín en best á leið með vopni sín að drepa menn og drekka vín og dömum nauðga upp á grín, sjóður verð frá Sýrlandín og sumum Afriku lýðveldín, hann fekk að opna fangelsín og föngum smal á vígvöllín.
Já, púti mín prísa príkósín og putta sig í kremelín í rúmi þar sem Rasputín riðlaðist á keisarín. Við munum sigra Zelenskín, sjúkraín verður nazi-klín. Brýndi hann fyrir brundi sín á beði frægum leiðtogín. Svo byrja ves í Bakhmutín, bruddi jaxla príkósín. Hætti við, fór heim til sín og hóta litla púta mín. Já, nú bráð byltingin, ég bruna heim til Moskva þín. Þá púti klóra kotta sín, á kristalstárin máni skín. Þú skal ekki skjóta mín, skelki bringu, príkó svín. Þá Lukasjenko, ljótt með trín, lokka burtu príkó sín. Þú mátt búa í Belorúsín og bara vera frilla mín. Og príkó hugsa, pælingin pínu slæm en kannski fín. Og tekur síðan tilboðín og tillar sér heim til Minski mín. Þá jólin heima halda sín, hamingju sprengjan, púti mín, hoppa í herbergín, hrist og skekja tóli sín, gælir við limin getnaðín og gamla mynd af kósigín, runkar sér í vínarvín og rótar í sig fetamín, kallar svo á kontalgín, kellur og meira rítalín, hringir á luxus limúsín og lætur opna grafísín. Þá Vladimirín, vörðin láta hleypa sér ín og biðja að taka síma sín, því selfie hann vill með Stalenín og spyr hvort hann eigi auka dýn, hann ætla að fá að njóta sín. Köld og hljóð hvelfingín, hvílir þar smurður foringín, piltinn láta nú púti mín pilla föt af Stalenín. Svo taka hann út af sér titlinginn og chilla smá með þessa sín, en standa á sér standa pín. Hann staupa sig á glyserín og grípa hanska gagarín og gæla við sinn besevín og stjarfur svo á Stalenín, stekkur hann með puta sín, vöðlar í gatið vaselín og vaða svo inn í Rasputín. Rasputín, sko. Já, langt hér síðan sólin skín, sjáðu glaða geisla mín, hrópa hann í sælu sín í sænginni með illit sín. Gott hamast á hetja mín, nú helgan brund í görni þín, sendi ég með shitmaskín eins og her í Úkraín. Stynja hann yfir Stalenín og strákin biðja mynda sín, glæsi sigur í grafísín. Lappa svo út í limósín og laumast heim í Kremelín. Úti rennur rigningin rúðu niður stræti sín, en inni leiður leiðtoginn, líkur grætur í kotta sín. Engin segja elska mín, allir hata Pútín. Dreyma svo að dáta sín, drepa kokkin príkó sín. Að morgni, frétta maka sín, Moskva vaknar, á skjánum hvín. Aðal fréttir ansi fín, allt bú hjá príkó sín. Púti skýst af skækju sín og skæpar strax við Xi Jinping. Sjá hvað hátt úr híminin, hrappaði Wagner flugvélin. Já, ekki þetta kann í kín. Hvernig gera þú morðið þín? Já, ég bara tala við manni mín og hann minnast á við frænda sín. Og frændi þekki Þórodín sem þekkir aftur anoným, það verða ekki vesínín í vandamáli, elska mín, nei. Já, þetta var plott hans púti mín sem príkó vildi drepa sín. Nú fer að enda frásögn mín, því fyrirgefið mér rússa grín og bráðum kemur loka lín með leyni orð og boðskapín og nú er úti ævintýrín og endar kött í mýri sín upp hann setja stýri sín og þá segjum við áfram Úkraín. Takk. Takk, Hallgrímur. Ég veit eiginlega ekki hvernig ég á að afkynna þetta. Við ætlum að heyra upp úr einni bók í viðbót hér í kvöld. Brynhildur Þórarinsdóttir ætlar að lesa fyrir okkur upp úr Silfurgenginu, þar sem við fáum aðeins að horfa aftur til fortíðar. Gjörðu svo vel, Brynhildur.
leikferi, gaman að sjá ykkur. Hressandi að koma á eftir þessu íni. Bókin mín, Silfurgengið, þetta er ungmennabók og við erum nú kannski ekki svona samfélagið að baða unglingana upp úr bókum. Við erum 6 í þessum flokki með nýjar bækur fyrir unglinga, ungmenni í ár og ég er eini fulltrúi raunsæisins, bara eins áhugavert og það er. Og mín bók samt gerir svona á kannski fleiri en einu tímaplani, hún gerist í samtímanum og tegir sig svo aftur til svona miðra 20. aldar og loka 19. aldar, þannig að það eru bæði unglingar og ömmur í henni, hún getur sagt hún sé fyrir unglinga og ömmur, ef þið viljið eitthvað svona aldurshóp. Og sögusviðið er svona álíka vítt, því að hún gerist í Reykjavík samtímans, segir frá 15 ára stelpu sem heitir Sirri Ley og hún er að plana afmælispartíið sitt og ætlar að bjóða þarna vinum sínum og foreldrarnir í útlöndum og svona skothelt plan, en svo fara málin að flækjast og meiri segja amma klikkar, hún gefur henni ekki gjöfina sem hún hafi pantað, heldur einhverja skrýtna gamla nælu og svo svona smátt og smátt fyrir sig gamla næla að ná tökum á stelpunni. Hún fer að kynna sér sögu eigendannar sem er amman og svo amma ömmunar. Og þannig svona næja að tengja saman 15 ára stelpur á 3 tímabilum og tegja mig frá Reykjavík til stórborgarinnar Borðeyrar á 19. öld og svo til litlu Reykjavíkur í lok 19. aldar og svo svona stækkandi borgar miðja öldina. Þannig að það er svona svolítið umrót og uppbeygjur í sögunni. Og svona, þetta er, getur sagt svona húmorisk saga, svona dass af smá rómans eins og ungir lesendur þurfa gjarnan á að halda. Ég ætla að lesa 2 brot úr sögunni. Ég ætla að lesa aðeins úr nútímanum og svo ætla ég að lesa líka aðeins úr 19. öld. Og stelpan er sem sagt í 10. bekk og er svona svolítið þetta snýst svolítið svona vináttu sem er að breytast og líf sem er að breytast. Ég er vandræðalega ein í fyrsta tímanum í ættfræði. Ég vel mér sæti aftast út við glugga og þykist vanda mig við að skrifa glósur, to-do-lista fyrir afmælið og líti ekki upp. Mér tekst að vera ósýnileg alveg fram á síðustu mínútu þegar við erum dregin í hópa og látin fá heimaverkefni, læra á Íslendingabók á netinu og rekja saman hópfélagana. Það hefði verið fljótlegt ef ég hefði ekki lent með eintómum nördum í hópi, eins og þessum ljósherða sem segir ættfræði, eigum við þó ekki að fá okkur eitthvað ætt? Þannig að allt í einu er ég að lappin í mathöllina í hverfinu með 3 krökkum sem ég hef aldrei hangið með áður. Freysi hefur verið með mér í skóla síðan í 1. bekk en við höfum samt aldrei skipst á hægjum. Ég man bara eftir honum að lesa sirpur út í horni í frístundinni. Aþena er alltaf með hinum ímókrökkunum sem myndu aldrei tala við mig. Ég reyna að muna hvað ljósherði strákurinn heitir, hann er nýr í skólanum, held ég. Það er örugglega einhver austurlenskur staður hérna, sá nýi lítur á mig og virkar stressaður. Akkur ætti ég að vilja svoleiðis stað, spyr ég tortrygginn. Ég var ekki að meina, ætti ég þá ekki að fá mig grískt salat, grípur Aþena fram í og kiprar svartmáluð augun. Mér finnst það svo fyndið að ég hætti við að bíta hausinn af ljóskunni. Í staðinn píni ég hann svolítið. Þegar þú talar austurlenskan mat, ertu að meina frá Austur-Evrópa því að pabbi minn er Króati. Heldur ég vilji villigölt og rauðrúfusúpa því að pabbi borðaði svoleiðis þegar hann var krakki. Hann roðnar. Já, eða ég gleymdi þessu. Mér langar að halda áfram að kvelja hann er svo hryllilega vandræðalegur, en ég veit að það á bara eftir að enda í leiðindum. Mér finnst ítalskur matur miklu betri, segi ég því næst og brosi. Ég væri til í juicy pepperoni pizzu. Mér líst vel á pizzu, eigum við að deila, segi Freysi og þar með höfum við 2 náð lengra samtali en alla skólagönguna. Ég er hins vegar ekki viss að það að splitta pizzu með Freysa sé gott fyrir orðspor mitt svo ég verð dauðfegin þegar Aþena tekur undir pizzuplanið. Tökum við ekki bara eina stóra saman, segi svo nýi og býðst til að panta og borga ef við leggjum inn á hann fyrir okkar hlut. Nafn, segir afgreiðslumaðurinn og strákurinn segir eitthvað sem drukknar í tónlistinni. Fjandinn, hugsa ég og misti þarna tækifærinu til að læra nafnið hans. Við deilum eldbakaðri pizzu og 2 lítra Pepsi Max við fáránlega há borð
þar sem ég get dinglað fótunum eins og leikskólakrakki. Hvað heitir eiginlega, spyr Freysi sem greinilega jafn minnislaus og heyrnarlaus og ég. Þórinn, segir sá nýi. Ha, Þórarinn? Nei, Þórinn. Við hin 3 mænum á hann. Þórinn? Hann andvarpar. Já, eins og í Hringadróttinssögu. Þú ert nú frekar hávaksin að dverga vera. Ég mæla hann út ekki alveg laus við pirringin. Þórinn rangvolfir augunum. Þú ert sem sagt annarar kynslóða nörd, segir Aþena grafalvarleg. En ekki þú, skýtur Þórinn á hana. Hvort eru foreldræðinir heimspekingar eða aðdáendur Grikklands í Eurovision? Ég viskugyðjan, segir Aþena án þess að stökkva bros. Kynlífsguðinn hér, segir Freyr og réttir upp hönd. Aþena rangvolfir augunum. Ég verð að viðurkenna að þetta pínu fyndinn félagsskapur, þótt dvergurinn hljóta að hafa heila og stærðin hnétu. Ég virði hann laumulega fyrir mér og máta valhnétu inn í höfuðið á honum. Hvernig hægt að vera svona ljósærður? Hárið á hann með mjólkurhvít, nei eins og rjómi eða frekar vaniluskir. Ég á kafi í mjólkurkælinum því ég finn að hann glápir á mig. Svo ætla ég ekki að láta þetta ganga lengra. Ég ætla að grípa líka hérna niður úr öðru tímabili í sögunni og fara aftur á 19. öld, bara svona til að gefa smá tilfinningu fyrir hvernig ég leip á milli í tíma. Á Bæjarbryggjunni fjöldi manns. Hér taka menn á móti fólki og pinglum utan af landi og aðrir skila af sér sendingum eða halda í siglingu. Sigga skimar í kringum sig. Hún veit ekki hverjum hún leitar að en vonar að hann gefi sig fram. Hún hefur enga mynd að styðjast við, aðeins fagurlega ritu loforð í sendibréfi með virðulegri undirskrift kaupmannsins. Fröken Sigríður Guðmundsdóttir. Sá sem spyr tekur ofan. Það ég, svarar Sigga og hagræðir kistlinum svo hann geti tekið í höndina á honum. Hún brosir og reynir að virðast upplitsstjörf eins og frú Elísabet hafði brýnt fyrir henni. Brynjólfur heiti ég. Ég á að fylgja yður heim til kaupmannsins, segir pilturinn og tekur kistilinn fyrir hana. Ég búðarsveinn í verslunin hans. Hann hljómar stoltur af starfinu og ber sig einnig þannig. Hnakkakertur og stimamjúkur. Það án efa gott starf, segir Sigga kurteislega. Það virkilega gott starf, en nokkuð annarsamt, segir hann. Við munum ganga fram hjá versluninni á leiðinni. Það fer ekki á milli mála hvar verslun Þórn og Jónsson í Hafnarstrætinu, því Þorlákur kaupmaður svo framúrstefnulegur að hafa auglýsingaskilti fyrir utan húsið. Hann flaggar heldur ekki danska fánanum eins og aðrir kaupmenn, heldur þeim íslenska, hvítum fálka og bláum grunni. Hér sjáu þér verslunina, segir pilturinn og hægir á svo Sigga geti lesið á fagurlega ritu skiltin. Billegar vefnaðarvörur, lér eftir breiða, millumskyrtutau, dagtreyjutau, svundutau, ótalmunstur, ágætt leirtau. Siggu dauðlangar að líta inn til að skoða allt þetta tau, en vill ekki nefna það því hún svolítið feimin við kurteisa búðarsveinin sem fylgir henni bæinn. Hún hefur margoft skoðað vörulista verslunarinnar sem sendur allt land og látið sér dreyma fjölbreyttar, smekklegar og vandaðar vörur frá Englandi eins og þeim lýst. En það gefst væntanlega tími seinna til að skoða úrvalið. Hún ætlar ekki að fá orð á sig fyrir slór á fyrsta degi. Þau ganga eftir Austurstræti sem sannkölluð breiðgata. Hér gætu hestvagnar mæst fyrir huga Siggu sem bæði furðar sig á og dáist að plássunum sem lagt undir veg. Hér reið kóngurinn þegar hann kom til Íslands árið 1874, segir Brynjólfur þegar hann sé svipinn á Siggu. Ég sá hann, bætir hann rogginn við. Ég var 5 ára og horfðist í augu við sjálfan Kristján 9. Hann brúneigur, vissuð þið það. Sigga hlustar þegjandi meðan hún reynir að stíga ekki í skítin á götunni. Það svo margt að sjá, svo mörg falleg hús, en erfitt að horfa í 2 áttir í einu. Áður en hún veit af rennur hún til í kúadellu. Pilturinn grípur undir handlegginn á henni með annarri hendi. Þér þurfið að variður hérna í bænum, kúahagarnir í Krossamýri, en kýrnar reknar göturnar hérna kvölds og morgna, segir hann og tekst á undraverðan hátt að halda bæði stúlkunni og kistlinum stöðugu. Krossamýri, endurtekur Sigga. Öll nöfn ný fyrir henni. Þér lærið fljótlega að rata, segir hann uppörvandi. Ég ætla ekki að lesa meira. Gaman kannski að skjóta því að allt þetta sem ég að vísa í hérna auglýsingar frá Þórn og Jónsson
og svona útlit á verslunum og staðháttum bæði Reykjavík og Borðeyri, það sótt svona í gömul dagblöð og innflutningsskýrslur og þessa bæklinga sem að verslunin að senda víðar, þannig að ég leyfi mér svona að lauma hérna inn grúski af tímarit.is. Takk fyrir. Kæra þakkir, Brynhildur, og þið hinn fyrir lesturinn. Það komið að leiðarlokum hjá okkur í kvöld. Þakka ykkur öllum fyrir komuna. Hér sitja áfram skáld, ef þið viljið fá álitaðar bækur. Þá þetta gott tækifæri. Og við verðum hérna aftur eftir viku, ekki þau, eða þú veist, en hérna ég og aðrir höfundar og svipudagskrá. Þannig að ég vonast til að sjá ykkur flest þá. Takk.